Það eina sem erfitt við að kaupa nýjan bíl að þurfa að lána krökkunum hann. Við hjálpum þér að fjármagna hann. Leasing. Komið sæl, Birgir Þór heit ég þegar að horfa á Leasing Motorsport. Efni þáttarins í kvöld. Seinni hluti síðustu umferðar Íslandsmótsins í torfærum. Til stóð að sýna frá Íslandsmótinu í rallycrossi en af því getur ekki orðið af óviðráðanlegum ástæðum. Og slagurinn í þessari keppni var Íslandsmeistaratitil í götubílaflokki. Og þar sem að Ragnar Róbertsson sem hefur ekið þessari bifreið í sumar var fjarri góðu ganni. Þá fékk Gunnar Gunnarsson bikarinn á silfurfati. Blessaður Gunnar, hvernig leggst dagurinn í þig? Herðu, ljómandi vel bara? Ég bara færar þetta á silfurfati. Og Gunnar ánægði með það. Við skulum aðeins rifja upp hvað gerist í fyrstu 4 þrautunum. Björn Ingi Jóhannsson fór fyrstur af stað í fyrstu braut. Flestir voru á því að þessi braut væri auðveld. Það sannaðist þó strax á byrni að brautin var þrautin þyngri. Það var erfitt að hanga ofarlega í þessum moldarhól. Og Björn Ingi var einn fárra sem að fór brautina á enda. Björn Ingi fekk þó ekki nema 140 stig fyrir þetta, þar sem að refsingin hljóðaði upp á 210 stig. Nú Haraldur Pétursson gerði mistök hér, lenti með annað afturhjólið ofan í hólu eftir annan keppenda og fyrir varði þá var bílinn kominn einn heilan hring. Haraldur Pétursson var því aðeins með 60 stig eftir fyrstu braut. Það eru 8 brautir í hverri keppni, 350 stig fást fyrir að fara alla leið í venjulegum brautum en 300 stig fyrir besta tíma í tímabrautum. En það var þessi maður, Kristján Jóhannesson sem að ekur kúl sem tók forustuna í fyrstu braut. Hann ók þá braut til enda, fyrir það 550 stig og refsingin, hún var heilum 60 stigum minni heldur en hjá Birni Inga Jóhannsinni, aðeins 150 stig og hann hafði því forust eftir fyrstu braut 200 stig, 60 stiga forskot á Björn Inga. Sigurður Þór Jónsson var þá í 3. sæti með 130 stig. Og Haraldur bætti í mistakasúpu sína í þessari keppni strax í næstu braut á eftir. Varð að bakka hér og lenti síðan svo neðarlega að 100 stig drógust af honum í gegnum þetta hlið og Haraldur var fallinn niður í 7. sæti með 250 stig á meðan Kristján Jóhannesson var enn efstur með 500 stig. Nú Sigurður Þór Jónsson og Kristján Jóhannesson voru að berjast það að ná öðru sætinu samanlagt í Íslandsmótinu í sumar og fá þá rásnúmer 2 á næsta ári. En Sigurður urðu á mistök í fyrstu brautum og hann var því aftarlega á merinni. Samanborið við Kristján Jóhannesson, staðan eftir 4 brautir. Kristján leiðir með 940 stig, Björn Ingi annar með 890 stig. Haraldur Pétursson búinn að klóra sig upp í 3. sætið. Sjá að Sigurður Þór Jónsson með 650 stig og langt frá því að vera í harðri baráttu við Kristján Jóhannesson. Sigurður Þór Jónsson fer fyrstur af stað hér hjá okkur í 5. braut. Sigurður Þór hefur keppt í torfæru frá 1991. Hefur oft verið nálægt í að ná sigri en þó aldrei innbyrt eitt slíkan. Hér kemur Leo Viðar Björnsson. Sigurður Þór Jónsson fékk 300 stig fyrir þessa braut. Það er svolítið snúið þegar menn koma upp á fyrri bakkan.
Svo þurfa menn að gæta sín á því að lenda ekki of neðarlega fyrir þessa síðustu brekku. Og Leó Viðar alla leiðin 100 refsistig, fær 250 stig, er með 930 stig eftir 5 brautir. Þá er það Karl Víðir Jónsson í götubílaflokki. Gekk ekki sem skildi til að byrja með á þessu ári, en síðan fór þetta allt saman að lagast, enda bíllinn að verða betri og betri eftir því sem áleið. Hann hlaut þó ekki nema 30 stig fyrir þessa tilraun sína og var í 10. sæti eftir 5 brautum með 460 stig. Haraldur Pétursson snertir hér 3 dekk í röð. Þetta eru aðeins 90 refsistig og hann hlýtur því 260 stig. Það er í 3. sæti með 970 stig. Það var Kristján Jóhannesson. Þetta tapast 50 og önnur 50, hann er búinn að tapa 100 stigum, hann snerti ekki hvítadekki, það var moldin sem að ýtti því til hliðar, en svo snertir hann hér dekki í endahliði, 110 refsistig og hann fær 240 stig. Gunnar Gunnarsson byrjaði illa í þessari keppni, var stigalaus eftir fyrstu braut, en hefur síðan smátt og smátt verið að sækja í sig veðrið og fer hér hærra heldur en Karl Víðir Jónsson sem einnig er í götubílaflokki. Gunnar fer þó ekki alla leið, 240 stig fyrir lengdin en 70 refsistig. Er í 8. sæti, þá er það Björn Ingi Jóhannsson, er í hörku baráttu við Kristján Jóhannesson og gerir þetta aðeins betur heldur en Kristján, en snertir hér hvítadekki líka. Sá að hann verður að komast alla leið og það er brotin hjá hann pústgrein þaðan koma þessi óljóð og snertir hann dekki í endaleiði, 100 refsistig, hann fær 250 stig og minkar munin 10 stig. Kristján Jóhannesson með 1180 stig en Björn Ingi með 1140, munar 40 stigum að hann. Það var Pétur Pétursson. Er að aka flugunni sem að Guðmundur Pálsson hefur ekið og varði í 7. sæti á Íslandsmótinu í fyrra, þar sé að Guðmundur Pálsson. Þetta er nokkuð öflugur bíl. Pétur var hins vegar í vandræðum með bílinn, smávægilega bilanir voru að trufla eins og það að bensíngjöf hrökk úr sambandi í 3. braut. Það var að Bjarki Reynisson rekur lestina í götubílaflokki og eftir 5 brautir með aðeins 9-10 stig. Og þá er það Daniel Gunnar Ingimundarson. Daniel hefur tekið talsverðum framförum á þessu ári, bæði sem ökumaður og eins hefur bíllinn verið að batna hjá honum. Það sem helst er að núna er að hann þarf að snúa stýrinu alltaf marga hringi til þess að leiðrétta stefnu. Hann fer hér alla leið, 350 stig fyrir lengdin og 100 refsistig. Gunnar Ásgeirsson. Hvort að árið 2003 fer í bækur hjá honum svona til þess að muna eftir, því að á þessu ári hefur eiginlega allt gengið á afturfótunum. Gunnar er lunginn ökumaður, hann er með mjög sterkan og öflugan bíl í höndunum, en bílinn hefur hins vegar ekki verið að skila sínu á þessu ári og Gunnar fer hér upp á. Gunnar Ásgeirsson með 280 stig fyrir þessa braut er í 7. sæti. Jónas Karl Sigurðsson og Pizza 67 vinnismenn í stað Ragnars Róbertssonar sem að fór til þess að keppa í torfærukeppni í Bandaríkjónum þessa sömu helgi og þessi keppni fór fram. Og þá er það Helgi Gunnarsson. Er að læra, er á sín fyrsta ári í torfærunni. Og það er kannski fjöðrunin sem að er að trufla hérna. Við sjáum að Kristján Jóhannesson leiðir með 1180 stig. Björn Ingi er annar, aðeins 40 stigum á eftir. Framundan eru 2 tímabrautir sem að 300 stig fást fyrir besta tíma. 270 fyrir annan besta og 250 fyrir þriðja besta tíma. Og fyrstur í fyrir tímabrautina Karl Víðir Jónsson. Reglur eru þær að
eins og hefur væntanlega komið fram að það er tíminn sem að ræður hér. Röð, besti tími gefur 300 stig. Mönnum er refsað fyrir að aka yfir brautarmerkingar, en þó er ekki dæmt hversu gróflega menn fara yfir brautarmerkingarnar, heldur eingöngu 10 stig fyrir hverja merkingu sem að snertar eru. Karl Víðir Jónsson 40 sekúndur, 41 sekúndur réttara sagt, þá er það Haraldur Pétursson aðeins og vítt hérna og tapar þarna 10 stigum. Karl Víðir fór refsilaust í gegnum þetta, Haraldur er að aka þetta á betri tíma. Og tími Haraldar er bara rétt rúmlega 30 sekúndur, 32, 33, 41, 33, 41 og 10 refsistig. Þá er það Kristján Jóhannesson. Þessi bílar eru með mikið afl, þeir eru með þannig dekk að allt grip er áframgrip, þannig að þeir eiga ekki gott með að fara hratt í gegnum svona beygjur og það þarf tækni til þess að sveifla til afturendanum til þess að spóla á móti miðflóttaraflinu, og Kristján Jóhannesson fer þessa tímabraut á 37,33. Það var aðeins 10. besti árangurinn og nú opnaðist alveg upp á gátt fyrir Björn Inga að taka forystu í þessari keppni. Gunnar Gunnarsson. Hann er komin hér nánast út úr braut og tapar þarna talsverðum tíma, og tími Gunnars ekki góður, 37 sekúndur. Þá er það Björn Ingi. Tíminn hjá Kristjáni Jóhannesinni 37-33 og það að það skuli aðeins vera 10. besti tími gefur honum aðeins 190 stig og síðan eru dregin frá 30 fyrir að snerta brautarmerkingar. En Björn Ingi er á heldur betri tíma og þar hefur hann ekki snert eina einustu brautarmerkingu en þá. Og tími Björns Inga 33-78, 50 besti tími og hann fær fyrir það 250 stig. Þetta er ekki rétt hjá mér að þetta sé 50 besti tími, 3. besti tími. 33-78. Þannig hefur Björn Ingi tekið forystu með 1390 stig á meðan að Kristján Jóhannesson er með 1340 stig. Þetta er Pétur Pétursson út allt. Og heyra það gríðalegt afl í bílnum, en hann er hins vegar búinn að snerta í fjórgang og hann er með 4. besta tíma, 240 stig fyrir það. Er í 9. sæti yfir heildina með 850 stig. Og það er Bjarki Reynisson. Heldur hægar og heldur lengri leið heldur en það eru keppendur þannig um tíma allavega. Og tími Bjarka ekki góður, 38-46 og hann fær aðeins 160 stig en snerti þó ekki brautarmerkingar. Það var Daniel Gunnar Ingimundarson. Og vítt þarna, beygjurnar, þegar framhjólinn svara ekki beygjum þar sem það er ekkert hliðargrip í þessum dekkjum. Dekkin sér smíðuð til þess að hafa mikið grip áfram og eru höfð opin til þess að losa sig síðan við það efni sem að sest í skóflurnar, svo að skóflurnar séu tómar þegar að þær koma aftur í jarðveg. Daniel Gunnar Ingimundarson 35-31, þá er það Gunnar Gunnarsson. Gunnar er alltaf fljótur í tímabrautum. Gerir þetta vel, fór einn fárra of innarlega þarna og snerti brautarmerkingu. Það stefnir í besta tíma,
2:33,34 sem er besti tíminn og fyrir það fær hann 300 stig en hann snerti brautarmerkingar í þrígang 270 stig og Gunnar er þá í 7. sæti yfir heildina með 1000 stig. Það var Jónas Karl Sigurðsson. Þessi keppni fór fram í Bolöldum fyrir ofan Sandskeið, fyrir neðan litlu kaffistofuna. Í þessum gryfjum hefur verið keppt í fjöldamörg ár og þarna er ennþá talsvert mikil efnistaka í gangi þannig að þessar gryfjur breytast á milli keppna. Og Jónas Karl á 38,04 sekúndum. Helgi Gunnarsson. Jónas Karl 170 stig fyrir lengdina en -40. Tímaþrautir eru farnar að skipta verulegu máli þar sem að harkan og gæði ökumanna eru orðin þannig að það er barist hver einustu 10 stig sem að í boði eru. Helgi Fenni heldur harkalega þarna upp úr, þá er það Sigurður Þór Jónsson. Hefur verið að hækka sig jafnt og þétt eftir heldur dapurt gengi í annarri braut mann rétt 760 stig þar. Sigurður Þór Jónsson í 4. sæti yfir heildina var hérna 34,50. Hann er að hækka sig sæti koni fyrir Leo Viðar Björnsson sem hér er á ferð. Tíminn Leos er ekki samkeppnishæfur við tíma Sigurðar. Sigurður var á 34,50 en Leo Viðar Björnsson hér á 37,83 og staðan þá þegar tvær brautir eftir: Björn Ingi með 1390 stig, Kristján Jónsson með 1340 stig, Haraldur Pétursson í 3. sæti, Sigurður Þór Jónsson í 4. og Leo Viðar í 5. sæti. Og við ætlum að fara aðeins hraðar yfir sögu hér í 7. braut. Hér er kominn Haraldur Pétursson sem gerði sér lítið fyrir og náði besta tíma í þessari braut, 29,38. Aðeins eitt smá torfara hér í endan. Styttri braut. Nú síðan var Kristján Jóhannesson ræstur af stað en mistök urðu við tímavörslu þannig að ekki náðist á honum tími. Þannig hann var settur í það að fara aftur síðar eftir að hafa ekið brautina einu sinni. Það var það Björn Ingi Jóhannsson. Og Björn Ingi fékk 250 stig, 3. besta tíma. Tími hans 29,87. Og það gilda ákveðnar reglur þegar að mistök verða við framkvæmd svona keppna og ein reglan er sú að Kristján Jóhannesson hafði ekki heimild eftir að hafa ekið brautina og rauninni fundið hvernig gripið í henni var til þess að skipta dekk og breyta bílnum til þess að fara seinni ferðina og hann var því dæmdur niður í 4. sæti í þessari braut. Þrátt fyrir að hann næði besta tíma en hann var búinn að setja undir bílinn öflugri dekk og það er ekki heimilt samkvæmt reglum. Kristján Jóhannesson er þá með 1570 stig í öðru sæti þegar að ein braut er eftir. Munar á þeim 60 stigum Birni Inga og Kristjáni og við förum í síðustu brautina. Svolítið löng braut og það voru nokkra gildur í þessari braut, meðal annars þessi akstur fram af brún þarna, menn áttu bátt með að hitta á hliðið sem að þar var fyrir neðan. Eins og við sjáum mjög gróft efni sem að menn þurfa að keyra eftir hér í Hlíðarhalla. Þetta er Gunnar Gunnarsson
sem þegar hér komið sögu búin að vinna sig úr neðsta sæti í götubílaflokki eftir slagsgengi í fyrstu braut og upp í fyrsta sæti í götubílaflokki. Hann tapar hér 50 stigum, búin að tapa einum 90 stigum. Og þá liggur fyrir honum að fara upp brattasta hluta brautarinnar. Fjölmargir áhorfendur sem mæta þessa keppni gripu andan á lofti hér. Hér virtist vera að hann ætlaði aftur fyrir sig, en það varð ekki og Gunnar svellkaldur hérna og bara stendur hann hér upp bakkan og upp á ferran og fær fyrir það 350 stig. Þá er það Björn Ingi sem er í forystu í þessari keppni. Kemur ekki vel hér fram af og lendir illa yfir dekkinu sem að sést hér í bakgrunni og hann tapar þarna einum 50 stigum og 20 til viðbótar. Hann búinn að tapa 70 stigum. Og sjá hvort hann kemst í gegnum næsta hlið sem að Gunnar Gunnarsson tók, þannig að hann fekk 50 refsistig. Björn Ingi heldur ofar, þannig að það tapast bara 20, þannig að hann er búinn að tapa 90 stigum. Og þetta er ekki búið enn. Og sjá hvort að Björn Ingi fer hér alla leið. Þetta var tæft hjá Gunnari Gunnarsinni áðan. Og hann kemur hér á hárréttum hraða, þetta vel gert hjá Birni og hann fer hér í gegn 350 stig fyrir lengdina en mínus 90 stig og þá var hann komið 1890 stig. Þar sem hann fekk 90 refsistig, þá segir það okkur að Kristján Jóhannesson á möguleika á því að ná sigri hér. Þetta er Bjarki Reynisson hér í lok 8. brautar og hann fer hér upp á og sýndi að hann getur, en hann átti hins vegar í vandræðum með bílinn í þessari keppni og var að sætta sig við neðsta sæti í göttubílaflokki, 12. sæti yfir heildina með 680 stig. Og Gunnar Ásgeirsson 7. yfir heildina með 1520 stig, sæti ofar en Gunnar Gunnarsson. Þá var það Helgi Gunnarsson. Það er eins og að fjörunarkerfi ráð ekki alveg við að halda hjólunum alltaf við jörðina. Það er jú megin tilgangur með fjörunarkerfi, ekki að fara vel ökumann, heldur að halda hjólunum við jörðina alla tíð. Fjörunni virðist vera svolítið stíf hjá Helga. Þá er það Sigurður Þór Jónsson. Og ekki vantar kraftin hér. Sigurður Þór Jónsson hafnaði að lokum í 4. sæti. Það voru 110 refsistig á hann hérna í síðustu brautinni. Hafnaði 4. sæti yfir heildina, 1670 stig og þá er það Harald Pétursson sem átti sér bara ekki viðreisnar von eftir slakt gengi í fyrstu 2 brautunum. Fer þessa braut þó betur en nokkur annar og tapaði hans 20 stigum, 1860, og þá er það Kristján Jóhannesson. Hann á hér möguleika á því að komast upp fyrir Björn Inga Jóhannsson. Tekur hann að dekkið á 20 stigum, hann er búinn að tapa 20 stigum. Björn Ingi með 1890 stig. Nú er erfitt hlið framundan, þarna má hann ekki tapa. Hann tapar hér einum 20 stigum eða 50. 20 stigum sennilega, segja dómarar. Þar við þá tapa 40 stigum. Og miðað við það á hann ekki möguleika á nema 1880 stigum, 10 stigum minna en Björn Ingi Jóhannsson. Og upp á feran snertir dekk í endahlið og tapar þar 10 stigum. Hann hafnaði sem sagt í öðru sæti, 1870 stig, á meðan Björn Ingi hirti sigurinn með 1890 stig. Það var Kristjáni Jóhannesinni dýrt að skipta dekk, eða kannski var það honum dýrt að tímataka brást, en þetta getur ju alltaf komið fyrir.
Það er augljóst að Haraldur Pétursson á ekki vísan sigur í Íslandsmótinu á næsta ári. Kristján Jóhannsson sýndi það og sannaði á þessu ári að hann á eftir að velja Haraldi undir uggum á næsta ári. Hvað þá heldur Björn Ingi Jóhannsson, sem byrjaði þetta keppnistímabil ekki vel, var fyrir því óláni að vélinn bilaði daginn fyrir fyrstu keppni og hann missti af þeirri keppni. Nú, svo skal maður aldrei skrifa yfir eða strika yfir Sigurð Þór Jónsson. Reynsluboltinn í torfærunni, hans tími mun koma, það er pottþétt. Við verðum hér aftur eftir viku með lokaumferð Íslandsmótsins í rally sem fer fram á laugardaginn kemur. Bless. Það eina sem er erfitt við að kaupa nýjan bíl er að passa að ekkert komi fyrir hann. Við hjálpum þér að fjármagna hann. Leasing.